Komið sæl. Ég ætla í þessu stuttamyndbandi að sýna nýja beiðni myndgreiningar. Nýlega var gerð stór uppfærsla á umsýslukerfi röntgendeildar, en með henni opnast á fjöldamarga nýjungar. Til að mynda eru nú rannsóknarbeiðnir kóðaðar í stað fríteksta, en þannig er hægt að staðlaða ferlið og bæta við hvers konar sjálfvirkni sem á endanum mun minnka vinnu klínikara. Myndgreiningarbeiðni opnast eins og áður efst á síðu sjúklings undir röntgentakkanum eða á tímalínu með plústakka á vinstri spássíðu. Efri hluti beiðnagluggans er óbreyttur og eins og áður er hægt í stillingum að velja forskráðar upplýsingar svo sem hver er ábyrgur fyrir rannsókn. Neðst eru frítekstareitinir óbreyttir nema að tegund rannsóknar er nú sótt úr valmynd í stað texta. Mögulega rannsóknir eru ákvarðaðar af vali á móttakanda beiðnar. Til dæmis hægt að velja invasíva radiológíu í Fossvogi en ekki á Hringbraut. Notandi þarf því að vita hvar sértækar rannsóknir eru gerðar. Sumar deildir hafa sínar sértækur rannsóknir sem þurfa að vistast í röntgenkerfið, til dæmis bedside ómskoðun eða bráðaómskoðun á bráðamóttöku. Einfalt er að þræða sig í gegnum valmyndina sem nú birtist og þegar rannsókn hefur verið valin, birtist hún fyrir neðan þar sem er hægt að smella á hana til að afturkalla. Athugið að þvagfæri skiptist ekki í þvagfæra yfirlit og úrografi eins og vant er. Þetta er viljandi gert til að einfalda sem mest beiðnina fyrir notandan. Röntgendeild sér í hverju tilfelli fyrir sig að velja þá undirrannsókn sem best passar fyrir tilfellið, en hægt er að koma á framfæri séróskum í athugasemdaritnum að neðan. Að lokum að benda á að í heilsugott er að finna öflugan skoðara fyrir röntgenmyndir og býr hann yfir mörgum þeim fítusum sem er að finna í Impax og dugir því vel til að skoða allar helstu myndir, jafnvel heiman frá. Ég vil hvetja notendur til að kynna sér vel Xero Viewer en leiðbeiningar hann er að finna í upplýsingasíðu heilsugottar. Takk fyrir og góða stundir.